Já, það pingjan áskrift sem heilsar Guten Tagen We drink gluten Guten Tagen, we drink gluten, sagði maðurinn. Það P-vitamin dagsins Já, P-vitaminið Það á sínu stað, þannig á þriðjudaginn Og það við erum konar aftur í rætutar Aha. Já, bara við vorum með ísbúð huppu hérna alveg í byrjun Já, ísbíla útgerðin Já, ísbíla útgerðina og ísbúð huppu líka reynda Já, það var bara því byrjun Já, og svo núna erum við komnir í Valdísi Já The beginning of the end Takk einhverja svona fleiri sem við tókum í byrjun Hvað segirðu? Sérðu fyrir þér að taka einhverja fleiri? Nei, ég held að það sé bara best látið vera Já Ímislegt Reiðir eigendur Það væri samt áhugavert að taka eitt Það eldum rétt eftir að Hagar kaupir Já Þau á flegi fokkin ferð Var það ekki 2022? Jú, bara hvenær sem sko taka. Nei, ég að segja, sko, við tókum eldum rétt með við 2020, við byrjum 21 sko, þannig að Nei, við byrjum 22 Við tökum 21 Nei, við tökum 2020 Já, en það líka bara svona Núna bara út frá svona M&A perspektíf sko, hvað gerist þegar stórfyrirtæki kaupir frumkvöðulinn Já, hvað, þú veist, hvort það sé einhverjir einhver breyting á framlegð og annað sko Já, mér sýnist það sé búið að brjóta sjötta gír í kislunni Þau á flegiferð Eru þið alveg að gýra sig bara? Já, þau á flegiferð En í dag, eins og ég segi, Valdís hver man ekki eftir Til að það var stofnað Þegar það fór af stað Valdísvélin Valdísvélin Þetta svona go-to með túristana Ég var að fara yfir til gær þegar frúin kemur upp á mér og spyr hvaða fyrirtæki ertu að undirbúa núna? Já Og ég segi, þetta er Valdís ísbúðin Oh my god Ég var bara fyrsti starfsmaðurinn Í alvörunni? Já, hún var fyrst af þessum 5 Þetta var þannig að fyrstu vikuna voru 5 starfsmenni eða eitthvað álíka Ég er örugglega að stela þrumunniðinni Takk fyrir það Svo þurftu þið að ráða 36 inn bara fyrsta mánuðin Hún var eina af þessum sem hófustörf Já Og þannig hún hefur örugglega matreitt og okkur ís Já, 100% sko, alveg 100% En hvað, hún hefur þá verið undir 18 ára Já, barnaþrælkur sem átti sér stað þarna Hvort hún sé, ég held að sé sumarvinna, þetta er 1. júní byrjar þetta Hún er hvort hún sé Nýjónin 7 ára þannig? Nei, 16 Hún er 16 ára 16 ára, já, vondi hún fengi gott jafnaði kaup Já, það var ekkert hvart af því En það var vissulega mikið að gera þarna til að byrja með Og ég fekk það bara beint í æð þarna Já, og hvað var svona Fór hún ekkert yfir störfin? Nei, hún var bara að móka ískúlum Hvað margar kúlur og klukkustund og svona? Nei, hún fór nú ekkert í eitthvað svona meðaltal sko en Kúlur og klukkustund, það hlýtur að vera eitthvað sem að þau monitora Já, ég get alveg lofaði því að það hefur verið slatti af kúlum þarna til að byrja með sko Á hverja klukkustund En náttúrulega aðal nýjungin allavega fyrir mér og flestum Það er ávikast smakkað allt sem þið datt í hug Þetta hafði aldrei verið leyft Nei, þetta var bara nýtt Þetta var svona ítalst handbragð dálítið, eða ekki? Og ég fór í einhverja ísbúð daginn Þarna, ég held að hún hafi verið einhverju matöll Og sé eitthvað svona, heyrðu, má ég smakka þennan? Og hún bara eitthvað, no, we don't sample Og þá sagði bara, ok, no thank you Er það, þú veist er það bara hægt aftur? Já, þetta voru held ég bara Fólk sem er ekki kunnugt staðháttum og opna ísbúð Átta sig ekki á því að þetta er orðið normið Að þú fái bara að smakka Þannig að ég sagði bara, heyrðu, þá ætla ekki að fá ís Þú getur bara gleymt þessu Þú getur bara að geta þessi sambúl sjálf Já, þetta var, þú veist, maður getur ímyndað sér að margir hafa verið pirrandi kúnnar þarna sko. Ég er erfiður og leiðilegur kúnnar Ég man að mér leið alltaf hálf óþægilega með þetta Ég er bara svona, ef mér virkilega langaði í einhvern ís Þá baði bara eitt smakka á honum og svo bara Já, maður var ekkert að smakka allt borðið Þú veist, það annað eins gerðist nú En líka eins og ég kemur nú eftir Þetta er yfir 400 tegundir sem þeir eru búin að framleiða Það er eðlilegt að þú sérð hérna bara eitthvað danskur lakkrís versus hockeypulver eða þú veist, það voru kannski 3-4 mismunandi tegundir af lakkrís þá er alveg eðlilegt að vera bara, heyrðu, ok fá 4 sampl svo kaupur bara ég sammála því en sko, þau hafa verið með held í heildina á einhverjum tímapunkti 400 bragðtegundir ég held að það sé bara aldrei einu nei, en þú veist, þetta er bara orðið það mikið af bröðum sko heyrðu, þetta er síðasti þáttur í seríu 18 Erindreka drottins
Og ég heyrði í fleygt fram hérna fyrir ekki svo löngu að þegar þú fer til himna í kristinni trú þá færðu val hvernig ís þú vilt Það að leiðandi Valdís, einn af erindrekum drottins Það tikkar í þau box Heyrðu, og við erum með 3 rannsóknarspurningar Erum við að loka seríunum núna sérst? Við vorum með Just Winging It síðast erindreka drottins er lokið Ef drottin lofar þá finnst kortið með þeim þætti Já, það er komið ljós Annars verður þú til himna og færðu að velja þér ís Já, við skulum bara vona að allt gangi upp en Já, eða sko þegar þessi þáttu kemur út þá ætti Just Winging It að vera komið út nema þú sért á himnum og þessi komið næsta þriðjudag þeir skilja sem skilja Heyrðu, rannsóknarspurningarnar, hvað er arðbærasta ísból landsins? Já, ert þú með svari við því? Vonandi, annars var ég ekki að spyrja held ég og því ég veit að þú skoðar ekki Hvað er mörg location og hvernig gengur franchiseið? Já, þau eru náttúrulega með sérleyfi Það er svona lúmst, ég vissi, þú veist, mér datt það ekki í hug, sko, fyrir þú nefndi það. Já, svo er ein hérna frá hlustanda, hvað er það sem úti frýs? Ok, á ég að svara því núna? Bara, ef að kortið finnst ekki, til að byrja með. Já, en hann átti við að svari væri Valdís. Já, Valdís. Valdís, þetta var svona. Já, ég er nú ekki sammála því. Allegt. Heyrðu, ef við tökum aðeins söguna. Já. Helga okkar var aðeins búin að opna fyrir okkur auguna Þetta var 1. júní 2013 Eigendur, Gylfi og Annarsvaga 80% Gylfi Þór Valdimarsson Já, sorry, Annarsvaga Knútsdóttir Maður á að gefa full name, það er rétt Sko, mest hefur talað hana og það þekkja hana allir úr gríninu og glensinu Helviti góð, fyndin Sammála því En ég ætla að gefa honum meiri platón núna Út af því að ég vissi ekkert hann Hann er matreiðslumaður hafði starfað á Hilton hótelinu í 5 ár áður en að fyrir hann inn og hafði verið á Danmarks Radio í 6 ár, hann sérst bjó í Danmörk í 12 ár hann er danskeri Já, hann er mitt Sko, hann ákvað á þessum tímapunkti þegar hann kemur heim hann og ætlar að fara að stofna veitingastað á Íslandi Sko, stefna var að opna veitingastað í Keflavík, Bítlabænum Já En hann er svona eins og við, hann er greinlega erfiður sko því að hann reyndi að fá inn á 3 veitingastað í bænum án árangus Já Það er svona pingju effekt sko, það er bara megum við vera með, nei megum við vera með, nei Var hann bara hafnað Það virðist vera sko Sko, það allavega stoppar ekki okkar mann og hann hafði fylgst með ísmenningunni í Danmörku og sá það að hinn hefðbundi ísúvél eins og við erum vön, Íslendingarnir hafði verið að dala í Danaveldi en á móti var ítalsku kúlís á hraðari uppleið Maður hefur séð það lengi þarna úti svona kúlu ísbúðir sko það voru heitar en sko þetta fær maður aðeins til að hugsa hvað er það sem við erum ekki búin að fá frá íslenskum frumkvölum sem bjugg í Danmörku Gústi Bakari Jón Björns bara allt sem hann snertir kom frá þessari Danmörkuferð Jakob og Jónfrúni kannski ekki beint en svona pappans fótt í Danmörku þannig að við eigum Danaveldi það að þakka Er eitthvað fleira? Já Hún vinkonakkar hjá Lindex fór til Svíþjóðarendar Þetta er svona enneitt þáttur það sem að skandinavarnir eru að skóla okkur Við eigum til að apa upp eftir dönum sko að verða fyrir áhrif ekki apa upp en verða fyrir áhrifum Danars Já, aftur til Íslands, hann ákveður að setja upp ísbúð í Íslandi og eima á þetta konsept Hann fann námskeið í ísgerð hjá ítölskum ísgerðamanni í New York Og var hann ekkert búinn að vera eitthvað í ís svona Virðist ekki vera, því hann fer bara og lærir ísgerð þarna, kemur heim og hann og Anna svafa rúnta bæinn endilangan í leita húsnæði þangað til að þau finna gömlu verbúðirnar út á Granda og hann þurfti að sannfæra eigandann að ísbúð myndi gera sig á þessari staðsetningu Á þessum tíma þá var heldur nýbúið að vera innréttið allt fyrir og þetta var mikið bara svona listast og þú veist bara listamaður með eitthvað atkvarf til að mála eða hannyrðir eða eitthvað Ég held að þau og svo opna kjötbúðarna stuttu setna eru svona það sem að lífgar almennilega upp á annar stað Já, kjötbúðarna kannski einhverjir ósammála því Nei, þetta er algjörlega, þetta er orðið helviti flott þú veist, það er kaffihús líka og þú veist, þetta er bara orðið fínasta Hverfið þannig, afdrep fyrir lostalæti Svo fylgir í þeirra eigin sögu að upprunalega hugmyndin var að opna ísbúð þar sem hægt var að fylgjast með framleiðslu ísins það var upphaflega hugmyndin Þetta var flott, þú komst inn, sást tankana Ég hef lengi verið með þá hugmynd að opna svona kjötbúð þar sem þú sérð framleiðsluna frá að til þar sem þú bara vera Þú ert bara með kjötina að mannin að slátra alla línuna Já
fara með börnin og kenna þeim eins og hann danski dýralæknirinn þegar hann aflífaði, var það ekki gíraffi? Manstu eftir því? Nei, Ég held það að verið gíraffi sem dó í dans. Kæru hlustendur, já, það nóg eftir að þessum þætti, en til að hlusta á restina þá verðið að fara inn á partus.is/pingjan. Hvað mörg pí í þessu, Arnar? Ég veit ekki, ég þekki það ekki 1490 krónur allavega fyrir að slást í för í pingjubandalagið og það er mikils að vinna þar. Það verða fríðindi, það verða íventar og það verða viðtöl og allur fjandinn, ársreikningar. Þið vil ekki missa því, þannig að allir ársreikningar þættir inn á partus.is/pingjan og komið með okkur í ferðalag. Ekki orðum það mér.